Maggi, og samtur einu sinni ægilega fallegt lag, ég man ekki hvað það heitir. Það var eitt lag, man ég eftir, eitthvað Frakkland eitthvað. Já, fannst þér það fallegt? Já, hvað heitir það? Býttu nú við, ætli að sé ekki einhvern veginn svona? Nei, býttu við. Fyrstu gestur minn í kvöld nákvæmlega Albert Guðmundsson. Blessaður Albert og velkomin. Þakka þér fyrir Arnold, þakka þér fyrir. Ég var að reyna að fá svona dramatíska byrjun með lagi Magnúsar, Ferði mín til Frakklands. Hvenær fer Albert? Ég býst að fara svona í lok mars, síðasta lagi byrjun apríl. Og hvernig leggst þetta í þig? Það leggst vel í mig. Hvernig, nú hefur verið í Frakklandi, hvernig eru frakkar? Frakkar eru ákaflega góðir og tryggir vinir. Það erfitt að kynnast þeim vel, en þegar þú kynnist þeim og þegar þú eignast þeim vini, þá áttu vini sem ganga í eld og brennist þeim fyrir þig. Er það aðalástæðan fyrir því að þú fer til Frakklands? Já, það náttúrulega, já, það tvímælalaust. Ég hlakka mikið til að hitta þessa góðu gamlu vini sem að ég hef nú hitta reglulega í mörg ár. Ég ferðast mikið Frakkland árlega, þannig að það ég get ekki leynt því að það ein af þeim ástæðum sem að eru til þess að ég tók boðið utanríkisráðherra. Nú hefur verið mjög litríkur í stjórnmálum hér á Íslandi og komið víða við, má segja. Kemur til með að sakna stjórnmáluna hérna á Íslandi? Já, ég kem til með að sakna stjórnmáluna, það held ég að sé alveg öruggt og sérstaklega kannski sakna ég þess að hafi ekki geta gert nógu mikið fyrir þá sem hafa leitað til mín með vandamál sín, en ég stærðað með að koma aftur eftir 70. Með ánægð með þín störf í stjórnmálum í Íslandi? Já, ég tiltölulega ánægður með það, bæði í borgarmálum og í þjóðmálunum. Ég ekkert óánægður með það. Blessa, við erum að vera allt og alvarlegir. Þú varst lengi í Frakklandi, Albert, og varst okkar langfremsti knattspyrnumaður. Hvernig var á þeim árum í Frakklandi að vera Íslendingur? Það var mjög gott. Það voru margir frakkar sem að könnuðust við bækur Ísland, eins og fiskimennir eða Persur til Ísland, fiskimenn Íslands, til Pierre Loti, og Ísland var nú eiginlega mest þekkt fyrir það. Sumur hafðu heyrt Ísland frá forfeðrum sínum. Það var gott að vera Íslendingur, það gott að vera Íslendingur í Frakklandi. Nú, kannt þú ekki að tefla í skák upp á jafntefli, þú þolir enga loggmollu. Verður allt vitlaust þarna að gera í Frakklandi? Ég líklega kem ég til með að hafa gott tækifæri til að koma á stað góðri heimstyrjöld, því að undir sendiráði í Frakklandi þá heyrir Portúgal, Spánn og Grænavöðjar og OECD og efnahagsbandalagi að óverulegu leitavísu, þannig að það áræðilega nóg tækifæri til þess að koma illa af stað ef það sem meinar. Þó það sé nú ekki að sjá á okkur, þá höfum við stundum verið að leika okkur saman í fótbolta, fær maður ekkert að spila með þeim öra? Ég sit nú hérna hlaðinn haspörum eftir síðasta sunnudag með þér í fótbolta. Ég hét því þá, og reyndar hef ég heitið því hvert sitt sem Ómar Ragnarsson hefur platað mig í fótbolta, þessu heimsfræga stjörnuliði sínu, en það hefur alltaf verið síðasti leikurinn. Já, það er ekki. Og þessi núna á sunnudaginn var, ég held að hann hafi verið síðastur. Að lokum, Albert, eitthvað snakkaralegt skemmtilega sem hefur komið fyrir því í Frakklandi? Endilega að fá. Hermann. Já, ég verð að fá. Ég veit að þú ert að reyna að koma mér í vanda. Nei. En ég alls ekki. Án svo margs að minnast úr Frakklandi þegar maður ferðast mikið, eins og knattspyrnumenn og sérstaklega atvinnuknattspyrnumenn gera, þá kemur náttúrulega ýmislegt skemmtilegt fyrir.
en allt þetta bundið við íþróttur og knattspyrnu, því að atvinnu knattspyrnu heimurinn heimur út af fyrir sig og hann svo þröngur að það geta liðið mánuður án þess að menn átti sig á því að viti hvað að ske utan við íþróttarleikvanginn. Svo lokaður maður í æfingum og utan við allt það eiginlega ekki hægt að segja frá því þannig að sé gaman. Nei. En ein spurning svona alveg að lokum, hvort, svona bara milli mín og þín, hvort kemur til með að sakna meira Vals eða Borgarálfsins? Já, ég held að sko allar æsku minningar eru tengdar KFUM og Val, þannig að það ekki hægt að bera það saman. Ég svara því hiklaust, ég kem til með að sakna Vals og félagann í Val miklu meira heldur en Borgarálfsins. Það fer ekkert milli mála. Ég alveg sannfærður að ég mæli fyrir munn allra þjóðarinnar, fyrir óskum þér velfarnaðar í starfi og góða ferð.